Þarf allt hérna hjá mér. Jóbjörn, Og já, Er býta? pása þetta aðeins. Þetta pásu? Já, góðan daginn, góðir bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og bæjarritari sem hér eruð á skjá í fjarfundaforritinu Zoom. Við býðum ykkur velkomin til 391. funda bæjarstjórnar Fjarðabyggðar sem er haldin í fjarfundi í dag, 5. febrúar og segi hann settan. Ástæða þess að bæjarstjórnarfundur fluttist úr raunum yfir í fjarfund er náttúrulega eins og menn þekkja rauð veðurviðvörun sem hefur í gildi meira og minna stærsta hluta landsins síðan í gær og þar af leiðandi ákváðum við að taka það til athugunar og breyttum fundaformin í gær og fluttum bæjarstjórn yfir á fjarfund svona í ljósi þess að rauð veðurviðvörun í gangi og sem er nú vonandi fara að létta þegar líður á seinni part þessa dags og byrja því að þetta bara senda kveður frá bæjarstjórn Fjarðabyggðar til íbúa okkar og sem annarra sem hafa við staðið í stórræðum núna síðasta sólarhringinn vegna þessa óveðurs sem aldrei hefur töluverðu tjóni á Stöðvarfirði og eins út á Vattarnesi og svo sem ýmsum óþægindum í öllum hverfum en svona hvað mestu tjóninu þar og við vonum bara að það gangi vel að verði farið í það núna að fullum þunga hálfu sveitarfélagsins samstarfi við fólk að hreinsunarstarf og að þetta sé nú að fara að vera búið og hægt að fara að takast á við að hreinsa og laga eftir þetta óveður. En hér fyrir fund í dag eru þó nokkrir liðir. Það er fyrst fundagerð bæjarráðs númer 879, 880, 881. Tekna saman til atkvæðagreiðslu, enginn hreyfir því andmælum. Sömuleiðis fjölskyldunefnd númer 23 og 4, tekna saman til atkvæðagreiðslu. Skipulags- og framkvæmdanefnd númer 25, hafnarstjórn númer 321, öldungaráð númer 14 og síðan eru hér 6 almenn mál, eða 6 liðir undir almenn mál. Það er fyrsta lagi aðalskipulagsbreyting tjaldsvæðis Eskifirði, húsnæðislátum Fjarðabyggðar 2025, síðari umræða, fyrir umræða fór fram á síðasta fundi bæjarstjórnar í janúar. Reglur stuðningsþjónustu, breyttar reglur stuðningsþjónustu í Fjarðabyggð. Frístundastyrkur Fjarðabyggðar 2005, fara reglur frístundastyrk sömuleiðis. Skammtíma fjármögnun 2005 eða sem sagt framlenging á hefðbundinni yfirdráttarheimild sem er ávallt til staðar hjá sveitarfélaginu og reikningur sveitarfélagsins og síðan staðfesting á eða afgreiðsla á samningi gott að eldast sem er hér líka einnig til umfjöllunar. En gott fólk, þá er bara göngum við til dagskrár og fyrst eins og áður segir eru fundagerðir bæjarráðs númer 879, 880, 881 og Ragnar Sigurðsson er orðið gerðsverð Ragnar. Já, forseti, bæjarstjóri og ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla að fara hér yfir fundagerðir bæjarráðs númer 879, 880, 881. Fyrsti liður á dagskrá bæjarráðs númer 879 var stöðumat vegna rýminga og ofanflóðahættu. Já, við vorum í rauninni bara að fara yfir stöðuna eftir rýmingar vegna snjóflóðahættu bæði í Neskaupstað og í Mjóafirði. Og fórum þar yfir bara hvernig þetta hefði gengið og fengum svona stöðumat frá aðgerðastjórn Austurlands á hvernig þetta hefði gengið fyrir sig og þetta gekk allt saman blessunarlega mjög vel og í rauninni bara mikilvægt að við í rauninni höldum alltaf áfram að vakta það hvernig þessar rýmingar ganga fyrir sig og hvað má betrumbæta. Það var svona margt af því sem við höfum verið að fara yfir í fyrri rýmingaráætlunum sem að reyndi þarna á og bara gott að sjá að það er komin svona góður farvegur og góð reynsla á þetta þannig að þetta er bara að
mjög vel fyrir sig en auðvitað er þetta alltaf óþægilegt og leiðilegt þegar að svona kemur upp en blessunarlega þá sýndu allir þessu skilning og tóku þessum aðgerðum vel. Í lið númer 1, 2 þá lögðum við þar fram tölvupóst frá fyrirtækinu R101 þar sem að hann óskaði eftir viðræðum við sveitarfélagið byggingu á íþróttahúsi á Eskifirði. Við sjálfsögðu tókum vel í það og átt fund með bréfritara þess efnis og munum funda áfram með þetta. Bæði er verið að kalla eftir forsendum bæði frá sveitarfélaginu og bréfritarann það hvort að þetta sé eitthvað sem að getur yfir höfuð gengið upp og lítum bara á þetta jákvæðum augum. Þetta er hérna metnaðarfull áform. Þetta er full ástæða til þess að skoða þetta, hvaða aðkomu hann hyggst hafa af þessu ef af verður, hvernig hann sér þetta fyrir sér og hvernig og kostnaðarhlið málsins og allt það. Þetta er allt saman eftir að koma í ljós og á þessu stigi er í rauninni ekki hægt að segja neitt annað en það en að viðræður séu bara í gangi. Nú í lið 1-5 þar var íbúakönnun sem var gerð á vegum Gallups sem að mæli viðhorf íbúa til ýmissa þjónustu þátta sveitarfélagsins og því miður þá er hún í samræmi við það sem að hún hefur verið á síðastliðnum 3 árum. Já, það er svona það er hægt að lesa ýmislegt, erfitt að átta sig á öðrum þáttum en til dæmis er sumt þarna fyrirsjáanlegt eins og varðandi sorphirðuna, eitthvað sem við höfum öll upplifað, það er ekki mikil ánægja með og endurspeglast í viðhorfi íbúa í þessari könnun. Nú erum við bara að fara yfir þessar niðurstöður og vinna að því að setja það í úrbóta farveg og við tökum þessum niðurstöðum alvarlega og ýmislegt sem við sjáum tækifæri til þess að laga og annað þarf að rýna betur. Nú í lið 1-7 þar er verið að fela bæjarstjóra að taka eða koma því í farveg að við vinnum skýrslu eða greinargerð efnahagsleg áhrif sveitarfélagsins til þágu lands og þjóðar og þarna er svona verið að fara að kalla eftir tölum varðandi ýmsar atvinnugreinar hjá okkur sem að nýtist þá í okkar greiningarvinnu, áhrif atvinnulífsins í heild og ákveðna greina, mikilvægt bara gagnvart eins og til dæmis loðnunni, hvaða áhrif það hefur ef að hún verður ekki. Og eins mikilvægt að hafa þessar tölulegu gögn varðandi samskipti við ríkisvaldið, gagnvart innviðauppbyggingu og fleira. Í bæjarráði númer 880 þá ætla ég bara aðeins að fara yfir liðið 2.8 þar varðandi miðstöð sjúkraflugs á Íslandi. Þar vorum við í rauninni bara að ítreka fyrri bókanir okkar varðandi stöðuna á Reykjavíkurflugvelli og flugrekstrarörygginu okkar þar. Við lögðum fram bókun þar sem að við vorum í rauninni að hvetja ríkisvaldi Reykjavíkurborg og Isavia til þess að ganga hratt til verka og tryggja að flugrekstraröryggi flugvallarins sé tryggt og að það sé óheft aðgengi að flugvellinum, bæði gagnvart sjúkraflugi og auðvitað þeim almenningssamgöngum sem innanlandsflugið er. Í bæjarráðsfundargerð númer 881 þar var verið að fara yfir
Í lið 2 erindi frá Big Jump sem að var hér haldið í fyrsta skipti á síðasta ári, gafst vel og núna eru komin enn metnaðarfyllri áform varðandi þessa brettahátíð og við tókum þessu erindi bara mjög vel og vísum því áfram til stjórnar menningarstofu sem að mun fjalla þetta nánar og við munum svona skoða hvaða aðkomu sveitarfélagið getur haft af þessu enn frekar en við höfum haft til þessa og munum vinna með mótshöldurum í framhaldinu. Í lið 3-4 þar vorum við að fylgja eftir heimsókn lögreglunnar á Austurlandi til okkar og lögðum fram bókun þar sem að við vorum að skerpa á því gagnvart ríkisvaldinu hversu mikilvægur hlekkur lögregluembætti Austurlands ekki bara hér á svæðinu heldur einnig gagnvart landinu í heild, gagnvart landamæraeftirliti og búin þarna að lýsa yfir áhyggjum okkar af skorti á lögreglumönnum og þeim tækjakosti sem að lögreglan hefur yfir að ráða hérna vegna þeirra umfangsmiklu starfsemi sem að lögreglan þarf að geta haldið úti hér á svæðinu. Í lið 3-7 svo annað erindi frá sama aðila og hefur huga á að fara í íþróttahúsuppbyggingu á Eskifirði. Þarna hann að óska eftir samtali og kom og kynnti fyrir okkur áform sín uppbyggingu á miðbæjarkjarna á Reyðarfirði og mjög fróðlegt og gott erindi sem hann kom með inn á fund bæjarráðs þar sem að við tókum þessum áformum hans fagnandi og af miklum áhuga. Erum þá að leggja núna í ákveðna vinnu við að skoða þennan reit til þess að geta gefið honum og okkur betri yfirsýn yfir þann reit sem að til umræðu og hvað þarf til þess að gera til þess að áform hans geti orðið að veruleika. Þannig að boltinn svolítið hjá okkur núna og við erum þá að ganga frá því að geta tekið næstu skref þannig að samtali geti haldið áfram. Fleira það ekki hjá mér í bili. Þakka fyrir Ragnar. Vilja fleiri kveða sér hljóðs undir fundargerðum bæjarráðs? Stefán Þór Eysteinsson hefur beðið orðið og síðan Jóhanna Sjöfnsdóttir. Stefán, gjörðu svo vel. Takk fyrir þetta. Bæjarstjóri, fulltrúar og aðrir starfsmenn. Aðeins að fá komendir hérna fundargerðum bæjarráðs og fá að byrja á fundargerð bæjarráðs 879 og fara í lið 1-3. Finnst þetta að vera mjög mikið af hérna fara í sömu liði og Ragnar búinn að vera að fara yfir. Aðeins að koma allir inn lið 1-3. Þetta eru erindi þarna sem snýst að sveitarfélaginu á Austurlandi ásamt í raun og veru HSA að fara þarna leið til að reyna að tryggja mönnum heilbrigðisstarfsfólks á svæðinu og vera að reyna að virkja þarna ákveðna leið til þess og kallaða ívilnunarheimild, svona námslána ívilnunarheimild og þetta auðvitað bara vegferð sem við hljótum öll að styðja og erum öll sammála gríðarlega mikilvægt. Við þekkjum það að hérna það erfitt að manna þessar stofnanir okkar hérna út á landi og þetta ein leið fyrir okkur til að reyna að standa við bakið á þessum öflugu stofnunum sem eru hérna á svæðinu og ég reyna að laða að og ekki síst halda í þetta starfsfólk, þetta sérhæfða starf sem að þarf til að sinna þessum störfum og við hefum svo sem alltaf bæjarstjórnin í Fjarðabyggð hefur auðvitað alltaf lagt áherslu á að tryggja í raun og veru íbúum örugga og góða heilbrigðisþjónustu með þeim svona leiðum sem hægt að fara fyrir bæjarstjórnina og þetta svona eitt af mikilvægum skrefum í þeirri vegferð og ég held að sé bara mikilvægt að við höldum áfram að fylgjast með því hvernig þessu vindur, þetta auðvitað mikilvægt fyrir okkur og Austurland allt. Þannig að það verður fróðlegt að hérna fylgjast með þessu máli. Aðeins með mál 1.5 sem íbúakönnunin, svo kannski eina máli sem ég ætla að koma inn á líka sem Ragnar kom inn á.
Þarna eru þetta svona ákveðnar vísbendingar hvað betur megi fara í þjónustunni og svo sem eins og síðastliðin ár þá er ákveðið skref sem hægt að grípa til og treysti því að verði farið í. Þetta er auðvitað svona upplifun fólks af þeirri þjónustu sem er í boði og eins og svo sem Ragnar kom inn á þarna er í sumt er auðvelt að lesa, annað er kannski erfiðara að lesa og svona erfiðara þá að leysa úr og bæta, en það er auðvitað mikilvægt að við sem sveitarfélag gera það sem við getum til þess að bæta upplifun þjónustuþegara af þjónustunni. Þannig að það er auðvitað, já, það er mikilvægt. Ætla aðeins að koma inn á líka mál 1.8 sem er hérna gjaldskrá leikskólana. Það voru haldnir, svo sem við ekki farið fram í neinu, það voru haldnir hérna foreldrafundir þar sem var verið að ræða þessar breytingar á gjaldskráni. Stefán, já. Afsaka ég gríp fram fyrir þér, sko við erum búin að missa útsendinguna. Já. Og Það er alveg gert það því ég var að tala ekki. Já, ég hef með svona takka sem slítur. Nei, við mistum hana þegar rekordstopp, sko, þá voru þeir ennþá inni. Og hann hélt áfram, sko, samt eins og hann var að taka upp. En við erum úti, sko. Þannig að ég ætla að bjóða þér að taka smá hlé. Viltu það ekki? Bestum. Og menn við reynum að endur Gunnar, við erum ekki í loftinu. Ert þú búin að ná í Harald? Hvað gerðist hjá Hjördísi svo? Ég gerði ekki neitt. Ég ítti ekki neitt. Jón Björn, við erum ennþá í beinni útsendingu, þannig að ég held að við getum haldið fundinum áfram. Það er eins og spurningin upptökuna, sko. Sér þú beina útsendingunar? Ég sé beina útsendingu á YouTube, sko, sem að hún heldur áfram, sko. En það er spurningin að við höfum mist í raun og veru, sko, upptökuna á fundinum. Þannig að við skulum taka held ég hlé með þannig að við finnum út úr því. Glæslegt gott fólk. Þetta er misskilningu á forsetanum. Útsendingin heldur enn áfram. Þannig að ég ætla að gefa Stefán orðið leið ætla ég í leiðinni því mér var það þá í byrjun. Liður 1.4 í þessari fundagerð, hann verður tekinn bæjarfulltrúi Elís Pétur hefur vakið athygli á vanhæfi sínu og var búinn að því og hann verður tekinn sérstaklega til umfjöllunar og afgreiðslu eftir það. Hann hefur ekki verið fjallað í máli fyrri ræðumanns, þannig að hann verður tekið hér sérstaklega fyrir eftir sem lítur að forkaupsrétti að bát í eigu hans fyrirtækis. En Stefán Þór, fyrirgeðu skildi grípa fram við, ég held bara ég væri búinn að missa samband við veraldarvefinn, en þú mátt halda áfram. Já, takk fyrir það. Ég treysti bara á að tæknin sé það komið í lag og í versta falli þá verður ekki upptaka. Var ekki það sem var Gunnar að segja? Heyri, hvað var? Já, ég var að tala um gjaldskrána. Okkar uppáhalds viðfangsefni. Það voru þessi íbúafundir sem voru þetta haldnir og þar var ansi góð mæting af hálfu foreldra og ýmissa aðstandenda líka og auðvitað uppi ýmsar skoðanir á þessum málum og þetta auðvitað fór svo inn í bæjar og þetta var rætt og þar var auðvitað ákveðin gjaldskrárbreyting gerð og svo sem ég satt hjá þar og gerði grein fyrir atkvæði mínu þar og það svo sem er áfram uppi þessi óánægja með þessar gjaldskrárbreytingar sem til staðar og svo sem þó svo að þessi breyting á skráningadögunum hafa orðið þá erum við nú ennþá þeirra skoðunar að kannski gangi ekki alveg nægilega langt og ég ætla bara að fá að leggja fram bókun undir þessu leið. Það segir leikskólamál eru ein af grunnstoðum samfélagsins, þau snúa ekki eingöngu að menntun og önnum yngstu íbúa okkar, heldur einnig að jafnrétti atvinnuþátttöku foreldra og efnahagslegu öryggi barna. Fjarðarstefnd harmar að meirihluti bæjarstjórnar hafi ekki tekið tillit til meginþorra athugasemda sem gerðar hafa verið varðandi nýja gjaldskrá leikskóla Fjarðabyggðar. Áður samþykkt hækkun felur í sér miklar álögur á fjölskyldur sem þurfa á fullri vistun að halda, sem munu hafa neikvæð áhrif á fjárhagsstöðu heimila og jafnrétti á vinnumarkaði og möguleikum foreldra, sérstaklega mæðra til atvinnuþátttöku.
Því ítrekum við fyrir bókanir og tillögu 2,5% gjaldskrárhækkun og biðlum til meirihlutas að endurskoða breytingarnar að vinna þær að nýju í nánu samráði við foreldra og starfsfólk með gagnsæi og ábyrgð að leiðarljósi. Ég sendi svo bara þessa bókun á Gunnar, ekki satt? Já, svo sem ekki meira undir þessu lið. Yfir þá í fundargerð bæjarráðsnúmer 880 varðandi lið 28 yfirlýsingu frá Miðstöð sjúkraflugs á Íslandi. Ég tek undir með Ragnari, þetta er mikilvægt að úr þessu list sem fyrst. Þetta er bara gríðarlega mikið hagsmunamál fyrir okkur hér út á landi, fyrir okkur sem eru svo langt frá þessari svona sér heilbrigðisþjónustu, þannig að það er gríðarlega mikilvægt að úr þessu verði list. Langar svo koma inn á lið 215 og svo sem að vissu leyti líka lið 39 úr fundargerð bæjarráðs 881 sem bréf vegna íþróttamála á Eskifirði og svo ályktun frá skólaráði Eskifjarðarskóla. Og ég held að það sé öllum ljóst að staða íþróttamála á Eskifirði, svo sem eins og er lýst í bréfinu, hún er ekki nægilega góð. Og ég held við deilum öll þeim áhyggjum sem þarna koma fram í þessu bréfi og þessari ályktun og erum alveg sammála mikilvægi þess að tryggja aðgengi í náttúrulega þá barnanna og svo sem samfélagsaðstæður einhvers konar íþróttaaðstöðu og við vitum að þetta er auðvitað eins og vel komið inn á í bréfinu og ályktuninni, þetta er auðvitað gríðarlega mikilvægt fyrir lýðheilsu í samfélaginu og auðvitað er þannig að allir í okkar samfélagi eiga rétt á jöfnum tækifærum til að njóta íþrótta og tómstundastarfs. Auðvitað þarf það að vera óháð búsetu innan sveitarfélagsins og við auðvitað þekkjum vel stöður á Eskifirði og það er alveg auðvitað, svo sem verður ekkert beðið mikið lengur og auðvitað þegar þetta ferli allt saman fór á stað, þetta það sem að skóli var settur í forgang og það var alveg ljóst að næst yrði íþróttahúsið tekið fyrir og þannig að það styttist á þetta í að ákvörðun verið tekin hvernig best sé að bæta úr þessu aðstöðuleysi og auðvitað bara gríðarlega mikilvægt að það sé skoða gaumgæfilega hvernig að því verið farið og ég heldur sem að saman að við viljum gera vel í því þetta er þetta gríðarlega mikilvæg og nauðsynleg framkvæmd. Aðeins svo aftur undir fundargerð bæjarráðs 881 varðandi stefnumörkun lögreglustjórans á Austurlandi. Þar lögðum við fram þessa bókun og það er þetta mikið fagnaðarefni að ríkisstjórnin hefur samþykkt nýja tillögu dómsmálaráðherra að fjölga stöðugildum innan lögreglu 50 og að sú fjölgun komi til framkvæmda þessu ári og við munum auðvitað gera allt sem í okkar valdi stendur til þess að tryggja það að hluta þessu stöðugildum auðvitað skýri sér hingað. Þetta er mjög stórt svæði að ræða og alveg ljóst að mikil þörf á að bæta við stöðugildum. Meira var það ekki frá mér. Fyrir Stefán, finnst aftur afsökun á þessu tæknivesinni hérna áðan eða meintu tæknivesinni sem reyndi svo að gera vesin en þannig að við erum komin aftur í fundarsköpinn eins og það að vera. Orðið laust undir fundargerðum bæjarráðs að undanskildu lið 1.4 vill einhver þessi hljóðs, svo virðist ekki vera, þá ætla ég að fá að bera upp fundargerðirnar þá utan þessa liðs sem áður sagði, þeir sem þær samþykkjamerki eru sagði þetta með 9 atkvæðum. Þá ætla ég að biðja Elís Pétur að víkja fundi í þeirri merkingu og fá að taka hér fyrir lið 1.4 sem lítur að því að forkaups eins og gefur eins og er samkvæmt lögum þar þá skulu fyrirtæki leita eftir afstöðu sveitarfélagandi nýtingar forkaupsréttar vegna sölu á bátum og þar fékk sveitarfélagið erindi hvort það vildi nýta sér forkaupsrétt tengslu við sölu á bátum Áka í Brekku en báturinn selst eins og er í öllum tilfellum án að afla heimild og veðréttinda og sveitarfélagið tók afstöðu til þess að nýta ekki slíkan forkaupsrétt. Vill einhver kveða sér hljóðsunduruslið. Svo virðist ekki verið að bera hann upp til atkvæði sem hann samþykkja skjamerki. Hann sagði þetta með 8 atkvæðum og Elís Pétur má koma aftur inn á fundinn. Þá erum við komin næst í fundargerð fjölskyldunnar númer 23 og 24. Tekna saman til umfjöllunar og atkvæðslu, orðið laust þær fundargerðir. Vill einhver kveða sér hljóðs. Jóhanna Sigfúsdóttir beðum orðið, gerðu svo Jóhanna.
Já, takk fyrir, forseti, bæjarstjóri og bæjarfulltrúar. Ég ætla að fara yfir nokkur atriði í fundargerð fjölskyldunefndar og byrja á fundargerð fjölskyldunefndar nr. 23. Liður 4.2, þar samþykktum við sumarlokun leikskóla fyrir sumarið 2025 en einnig fyrir sumarið 2026. Mér langar bara að vekja athygli á þessu að þetta er mikið framfaraskref, segi ég, og gott fyrir fólk að vita með góðum fyrirvara hvenær sumarfríin er. Svo er það liður 4.5 sem er frístundastyrk Fjarðabyggðar en eins og fram hefur komið þá hefur hann nýlega verið hækkaður úr 10 í 18.000 en núna er einnig búið að taka lágmarksaldurinn af þannig að hann er í raun frá fæðingu til 18 ára aldurs og með þessari breytingu munu öll börn óháð aldri geta notið góðs af styrknum og tekið þátt í uppbyggilegu frístundastarfi. 4.8 er fjölmenningarráð okkar og þar samþykktum við tillögu skipan fjölmenningarráðs Fjarðabyggðar og lögðum til að fyrsti fundur yrði boðaður sem fyrst. Mig langar þó að vekja athygli á því að ráðið er ekki alveg fullskipað svo ég hvet áhugasama að sækja að taka sæti í ráðinu. Fjölmenningarráð er mikilvægt til þess að efla fjölmenningu innan sveitarfélagsins og ég hlakka mikið til samstarfsins við fjölmenningarráð. Svo er að fundargerð fjölskyldunefndar nr. 24 og það er liður 5.5 þar sem mig langaði að nefna en þar var kynntur fyrir okkur fyrirhugaður samstarfssamningur við Píeta-samtökin. En slíkur samningur á milli Fjarðabyggðar og Píeta er í undirbúningi og sá samningur tryggir að Píeta verður með fasta viðveru og reglubundna þjónustu samtakanna í sveitarfélaginu. Þetta er mikið framfaraskref í geðheilbrigðismálum í Fjarðabyggð og þannig bætum við geðheilbrigðisþjónustu við íbúa í Fjarðabyggð. Takk fyrir. Þakka fyrir Jóhanna. Vilja fleiri kveða sér hljóðs undir fundargerð fjölskyldunefndar? Svo virðist ekki verið í berja eftir samþykktar, þess að það ekki vinskiði merki. Það eru samþykktar með 9 atkvæðum. Þá erum við komin næsta lið sem er fundargerð skipulags- og framkvæmdanefndar nr. 25. Leiðum ekki vorlaust óskar eftir að fá að taka stutt til máls undir þeirri fundargerð. Koma hérna inn á kannski 2 atriði. Það er annars vegar náttúrulega fyrsti liður en nefndin fékk kynningu á stöðu hönnuna við ofanflóðavarnar í Grjótá sem er síðasti árfarvegurinn á Eskifirði sem áttir að verja, samkvæmt því hættumati sem þar er og við höfum beðið lengi eftir þessari hönnun því að við þurfum að fá hana inn til okkar og þannig að hún sé klár áður en við getum lokið við gerð deiliskipulags miðbæjar á Eskifirði. Því eins og bæjarfulltrúar og heldur staðir þekkja þá eru snjóflóðavarnar inn á skipulögum og eru unnar þegar hönnuð er að liggur fyrir hverju sinni og nefndin því og sveitarfélagið orðið svona langt eftir að koma að fá þessa hönnun í hendur og geta lokið þessu skipulagi því að það eru verulega mikið að við komumst áfram með það að þar var unnin heilmikið undirbúningsvinna bæði íbúafundum og fleira en nú hillir á því að við förum að sjá þessa hönnun og hún sé þetta var svona staðan á henni sem hún er þarna sem nefndin fekk kynningu á hjá Eflu og Landmótun sem er að vinna þessu fyrir ofanflóðasjóð og við gerum ráð fyrir því að við fáum hér hefðbundi kynningafund núna í febrúar, upp á miðjum febrúar, vonandi ekki mikið seinna. Það sem er annars náttúrulega eins og hefðbundi er að bæjarstjórn fær kynningu og skipulags- og framkvæmdanefnd þá og síðan er íbúafundur, það sem menn fá kynningu og þá leið getur fólk komið athugasemdum á framfæri og annað slíkt og tekið umræðum. Þetta er orðið eins og við öll vitum og hefur vitað frá byrjun við þekkjum það, þá eru þessar varnir umfangsmiklar. Grjótá er stærsti hlaupfarvegurinn að Krapaflóðsfarvegurinn á Eskifirði og þar af leiðandi eru þær varnir svona hvað mestar í framkvæmd en það hefur verið að segjast að það er unnið að kostgæfni að reyna að draga úr áhrifum þeirra en lögsins sem að þekkja þá hafa alltaf ofanflóðavarnir áhrif á umhverfi sitt en það er unnið með það að gaumgæfni að reyna að lágmarka það
og gera það þannig á Garði leið líka þarf að vera áningarstaðir og gönguleiðir í kring og fleira sem þá vegi upp á móti þessu miklu inngripum sem eru í náttúruna. En þetta vonandi fyrir að koma í þeirri mynd sem hönnuðirnir sjá fyrir sér og falli þá að þessu hættumati sem er mjög stórt. Og þetta verði kynnt núna allavega fyrir lok febrúar, bæði bæjarstjórn og ekki síst íbúum sveitarfélagsins og Eskifirði sérstaklega. Þannig að það er ánægjuefni og þá er þetta að fara beint í það að klára eins og ég segi miðbæjarskipulag á Eskifirði sem er svona, við erum búin að bíða nokkuð lengi eftir frá því að þær breytingar urðu þar sem voru þegar farið var í að fjarlægja frystihúsið gamla og fleira. Síðan bara aðeins í lokin bara kannski til útskýringar, þarna kom inn bréf frá Náttúruhamfaratryggingu Íslands erindi sem þetta svona kannski skylt vátryggja, en þarna þetta verið að hnykkja á því að eins og við þekkja þá er Náttúruhamfaratryggingarnar að taka yfir mannvirki í ákveðnum aðstæðum sem verða fyrir tjóni. Þarna er verið að bæta inn mannvirkjum sem við þurfum þá að koma inn, bryggjum og fleira sem ekki hafa verið ekki inn í brunatryggingum. Þannig að þetta er bara verið að vinna með lista og við þurfum að keppast við að ljúka því hjá okkur í sveitarfélaginu, hjá okkur eins og allt land fyrir 1. mars. Þannig að þetta sé til staðar ef komi upp aðstæður þar sem Náttúruhamfaratryggingar reynir á hana. En það var ekki fleira í skipulagsframkvæmdinni, vilja fleiri kveðsljós. Svo virðist ekki verið að byrja eftir samþykktar, hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá er okkur fundargerð Hafnarstjórnar með 321. Vill einhver kveða sér ljós Hafnarstjórn? Fundargerð Hafnarstjórnar segi ég. Svo virðist ekki vera. Ég byrja eftir samþykktar. Hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá er það fundargerð Öldungaráðs númer 14. Er nú komið svolítið seint inn úr kerfinu til afgreiðslu eftir fundur frá því í desember. Vill einhver kveða sér ljós fundargerð Öldungaráðs? Svo virðist ekki vera það í byrjandi samþykktar. Hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá erum við komin í liðin almenn mál. Þar er fyrst liður 9 sem er aðalskipulag breyting tjaldsvæða Eskifirði. Þessi liður, ég ætla að óska því við bæjarfulltrúa, þessi liður var áður afgreiddur að þessi breyting hafði hlotið umfjöllun áður og samþykkt í bæjarstjórn í desember. En raun og veru að bæta við frekari gögnum. Þetta er breyting á flutningi tjaldsvæðis sem bæjarstjórnin hefur sagt að fari úr dalnum þar sem var gert ráð fyrir í skipulagi og segja norður fyrir veg inn dalinn, sem sagt inn í móts við gamla Eskifjarðarbæinn utan við hann. Þarna er verið að leggja hann skipulags- og matslýsingu, þannig að ég tel eðlilegt að það fari til umfjöllunar nefndarinnar og komi svo hingað inn að 9. Þannig að ég óska til því bæjarfulltrúa á þessum lið verði vísað til umfjöllunar í skipulags- og framkvæmdanefnd. Þeir sem það samþykkja vinsa skeiðmerki. Það er samþykkt með 9 atkvæðum, hann fyrir þá kemur hér svo að 9 og er þá til umræðu atkvæðagreiðslu að sjálfsögðu þegar því er lokið, en nefndin tekur ná fyrir næsta fundi sínum. Þá erum við komin næst í húsnæðisáætlun Fjarðabyggðar 2025 eftir síðar umræða. Fyrir umræða fór hér fram í janúar og ég hafði svo sem leið og ég mælti fyrir málinu þá svo sem ætla svo mikið að endurtaka það, en þetta náttúrulega felur í sér að við vinnum nú orðið árlega húsnæðisáætlanir í samstarfi Húsnæðis- og mannvirkjastofnun undir því formerkjum sem eru þá unnar á stafrænum grunni og ekki þá lengur eins og var áður það sem voru unnar til nokkra ára. Og forsendur svo sem hafa ekkert breyst frá því að við tókum fyrri umræðu áætlunina. Við erum áfram að vinna með þær forsendur sem við gáum okkur þar sem eru bæði lágspá, háspá og svo miðspá. Það sem gerir ráð fyrir okkur fjölgi, þó við gildum ekki að sjá þá fjölgun hraðari, en engu að síður og hvað þarf þá að koma til að byggingu húsnæðis. Orðið er laust þessa húsnæðisáætlun síðar umræðu. Engin kveður sér hljóðs, ég ber henni til samþykktar. Hún er þá samþykkt og afgreidda bæjarstjórn. Þá er hér næst reglur stuðningsþjónustu. Þetta er vísað hér frá bæjarráði til afgreiðslu bæjarstjórnar. Þetta er uppfærðar eða breyttar reglur stuðningsþjónustu sveitarfélagsins og er lögð fram í raun og veru í tengslum við samning sem er hér svo til afgreiðslu rétt á eftir í öðru lið sem er samningur sem við gerum verkefni gott að eldast. Þarna leið uppfærð
uppfæra reglurnar til þess að falla betur að því, breytingar á þessari stuðningsþjónustu og þær eru svo sem kemur fram í minnisblaði og uppfærslunni að hér verið að leggja sérstaklega áherslu á eldra fólk þó að það eigi við einstaklinga frá 18 ára eldri. Þannig að markmið gott að eldast er að efla sjálfstæði fólks og svo framvegis og aðstoða og hæfa notendur sem þurfa aðstæðans vegna að halda við athafnir daglegs lífs og rjúfa félagslega einangrun. Þessar reglur eru hér lagðar fram til umræðu og atkvæðagreiðslu til þessi ljós. Svo virðist ekki vera þá berja upp þessar reglur stuðningsþjónustu til samþykkta þess að það samþykkja finnskeiðamerki. Þær eru samþykktar með 9 atkvæðum. Þá hér einnig lagðar fram uppfærðar reglur frístundastyrk Fjarðabyggðar fyrir þetta ár. Það er náttúrulega eins og kom fram hér endar í máli bæjarfulltrúa Jóhönnu Sigurðardóttur hjá fjölskyldunefnd að þar eru breytingarnar helstar þær að það er felldur niður lágmarksaldur fyrir frístundastyrk. Þannig að börn þeim býðst hann frá fæðingu og til 18 ára aldurs. Orðið er laust þessar reglur. Engin kveður þessi ljós, ég ber eftir samþykktar þess að það er samþykkja finnskeiðamerki. Það eru samþykktar með 9 atkvæðum. Þá hér næst liður sem kallast skammtímafjármögnun 2005 en þessu vísa hér frá bæjaræðinni til samþykktar bæjarstjórnar. Þetta er tillaga lengingu sveitarfélagsins á skammtímafjármögnun sem kallast nú á svona öðru máli yfirdráttarheimildir. En Fjarðabyggð með að staðaldri á allt 200 milljóna króna yfirdráttarheimild með möguleika á hækkun í allt að 300 milljónir. Sá yfirdráttur er ekki í notkun og hefur ekki verið í notkun, þetta er engu að síður við höfum alltaf til staðar til varúðar ef þurfa þykir og gerum þetta tímabundna samninga hverju sinni við Íslandsbanka. Þessi samningur rennur út núna 1. febrúar og það er óskað eftir því að framlengja samningi með áður óbreyttum forsendum. Vill einhver þessi ljós þetta? Svo virðist ekki vera að ég berði þetta samþykktar þess að það samþykkja finnskeiðamerki. Það er samþykkt með 9 atkvæðum. Og síðan er komin næst samningur milli Fjarðabyggðar og Heilbrigðisstofnunar Austurlands verkefnið Gott að eldast og þessi samningur fór fyrir bæjarráð, er búinn að fara fyrir fjölskyldunefnd, hefur það hlotið samþykki en þarna er búið að gera samkomulag eins og áður segir milli sveitarfélagsins og Heilbrigðisstofnunar samþættingu þjónustunnar og flutningi starfsmanna og starfa frá sveitarfélaginu til Heilbrigðisstofnunar til þess að vinna þessu mætaverkefni sem vonandi á eftir að ganga vel og skila árangri inn í samfélagið og leið færast á starfsmenn yfir og jafnframt dagvistunarpláss og fleira og þetta verður unnið sem samræmd heildið af heimahjúkrun og fleiru þannig að þetta nýtist enn betur heldur en verið hefur það sem þessi aðilar hafa verið að vinna kannski sitt í hvoru lagi með sama fólkið en á sitt hvorum forsendunum. Þannig að orðið laust samningin Gott að eldast. Stefán Þór Eysteinsson beðum orðið gera svo Stefán. Það er svo kannski ekki þetta að ræða þetta svona án þess að ræða þetta í samhengi við lið 11 sem var hérna á sem er reglur stuðningsþjónustur. En þetta er auðvitað mál og þessi mál bæði kannski búin að vera í töluverðri umræðu hjá okkur í töluverðan tíma og allir lagt auðvitað kapp á að vanda til verka og það er auðvitað þannig að svona samþætting og þjónustu það er auðvitað gríðarleg möguleikar sem felast í þessu þannig verið að leggja áherslu á samþætta félagslega og heilbrigðisþjónustu og við erum að reyna auðvitað þá nýta þjónustuna sem best og auðvitað eins og þetta hefur verið kynnt fyrir okkur allan tíman þá erum við að horfa að bæta þetta, bæta aðgengin, bæta gæðin að þessu og markmið auðvitað að gera sem best með því að nýta þessi fjármuni sem eru til staðar og þarna er auðvitað líka að tala ákveðna fjölgun og dagvistarrýmum sem eru auðvitað jákvæð og vonandi þá með þessari samþættingu hægt að nýta þau betur. Það er auðvitað svo líka þarna inni og þetta er gríðarlega mikilvægt að það er þessi
áhersla á eftirliti og þessi fundir sem verður teknir til þess að fylgja með framkvæmdinni. Það er gríðarlega mikilvægt til þess að framfylgja því að allir sé að standa við sitt og að vel sé gert í þessum málum. Og það er kannski það sem stendur upp úr svona í þessu. Þetta verður að gefa leið að að samþætting þjónustu eins og þessar, hún er flókin og hún krefst þess að krefst mikið tíma og skipulags og það er okkar að fylgja því eftir að svo verði og það þarf að tryggja það að hlutverk allra og ábyrgð allra sé skýr þarna en ég metast klárlega sem svo að þetta sé jákvætt á margan hátt og við þurfum bara að tryggja að framkvæmdin fylgi svo því og sé svona eins og við viljum og sé eins og þetta verið kynnt fyrir okkur. Ekki verið vel, takk. Takk fyrir Stefán, tek undir það. Það er gríðarlega mikilvægt að framfylgja þessu vel eftir. Þannig að þetta skili þeim árangri svo aftur til. Ragnar Sigurðsson, við beðum orðið gera Ragnar. Já, takk fyrir. Ég tek undir með Stefáni. Það er mjög mikilvægt að við fylgjum þessu vel eftir. Það er rétt eins og hann kom inn á að þetta hefur verið til umfjöllunar hjá okkur í mjög langan tíma og í rauninni allt frá því á síðasta kjörtímabili þegar við vorum með að reka sjálf hjúkrunarheimilin þá sáum við tækifærin í þessu að vera með þessa þjónustu sem að hefur verið á könnu í fleiri en eins aðila og með því að setja málaflokkinn undir einn hatt þá gefst okkur betra tækifæri til þess að veita betri þjónustu, nýta fjármunina betur til þjónustunar. Þá er ekki verið að horfa til þess að hagræða með neinum hætti heldur eingöngu að nýta fjármunina betur og nýta þá mannauðinn betur. Eins og þetta hefur verið að þá höfum við verið að veita í rauninni mætti segja þríþætta þjónustu. Annars vegar ertu með hjúkrunarheimilin, svo ertu með heimaþjónustu og svo ertu með heimahjúkrun. Með þessum hatti þá ertu búin að koma þessu betur undir einn hatt. Þar sem að allir þessir fagaðilar vinna þá saman, þekkja þjónustu þegana betur og geta þá verið að sinna þjónustu til dæmis út frá hjúkrunarheimilum. Með fjölgun dagvistunarúrræða þá skapast einnig tækifæri til þess að létta á með einstaklingum sem að eru heima við og efla þá enn frekar í að vera sjálfstæð á sínu heimili áfram og geta þá sótt inn á hjúkrunarheimili eða heilbrigðisstofnun fengið þá aðstoð part úr degi eða á næturnar. Og þarna opnast, eins og Stefán sagði, fjölmargir möguleikar og það sem að þessi skref hafa verið stigin, þar hefur reynslan verið góð. Þannig að ég stend í þeirri trú og er viss að þetta verði mikið framfara skref. Sannarlega þurfum við að vanda til verka þegar við förum á stað með þetta verkefni og það mun taka tíma til þess að móta þetta en til framtíðar litið þá er þetta farsælt og gott skref og verður til mikilla bóta gagnvart þjónustu við eldri borgara og nýtingu þeirra fjármuna sem að við setjum í málaflokkinn og verður svona til þess að efla þau skref sem við viljum þá taka í framhaldinu til dæmis varðandi dagvistunarúrræðin sem er mjög mikilvægur þáttur í öldrunarþjónustu og við höfum verið mikill eftirbátur. Þannig að ég held að með þessu þá erum við að taka mjög stórt skref í þágu aldraða og þágu bættrar þjónustu. Takk fyrir Ragnar. Vilja fleiri kveða sér ljós undir þessum samningi? Svo virðist ekki vera. Þegar börjum til samþykkt þess að hans samþykkja með skíðamerki. Hann er saman þetta með 9 atkvæðum. Þá er dagskrá hér gott fólk tæmd í dag á þessum fjarfundi bæjarstjórnar. Gerum nú fastlega ráð fyrir því að næsti fundur verður bara í sal eins og venja gefur og veðrið fara að ganga niður og fólk geti farið að hvíla sig á því sem hafa
hefur verst orðið úti núna í þessa síðasta sólarhringinn. En ég þakka fundamönnum fyrir